Hverjir voru það sem réðu ferðinni á Íslandi á þjóðveldisöld og hvernig þróaðist íslenskt samfélag? Völd kirkjunnar hafa minnkað töluvert í gegnum aldirnar, en hver voru áhrif hennar á þessum tíma og hver fór með völd innan hennar? Hverjir voru það sem voru með tögl og haldir í íslensku samfélagi? Það er að segja, hverjir réðu ferðinni? Við ætlum að tala um valdabaráttu kirkjunnar og höfðingja og hvernig valdamiklir menn nýttu auðæfi kirkjunnar sjálfum sér til framdráttar. Einnig verður sagt frá vaxandi misskiptingu á þjóðveldisöld og hvernig einstaka höfðingjaættir hrifsuðu til sín öll völd í landinu og hægt er að færa rök fyrir því að slíkt stuðlaði að aukinni stéttaskiptingu. Andrúmsloftið hefur verið rafmagnað þegar deila kom upp á milli þeirra Jóns Loftssonar, höfðingja á Oddverjaætt, og Þorláks Þórhallssonar biskups það hver ætti að ráða yfir kirkjustöðunum á Íslandi. Einnig barðist Þorlákur biskup gegn frillulífi höfðingja en systir hans var einmitt frilla Jóns. Kirkjur sem áttu nóg af peningum til að geta séð eigin rekstur kölluðust staðir. Staðir voru kirkjustaðir þar sem kirkjan átti sig sjálf og allt landið í kring og var þannig mjög eftirsóknarverður staður til að fá að stjórna. Þorlákur var biskup í Skálholti og hann krafðist þess að fá að ráða yfir kirkjunni sem var á heimaslóðum Jóns. Jón sætti sig ekki við það og vildi ekki láta þær eignir af hendi og svaraði biskup með eftirfarandi orðum: Heyra má ég erkibiskups boðskap, en ráðinn er ég í að halda hann að engu. Deila þeirra Þorláks og Jóns átti sér stað á seinni hluta 12. aldar. En þá var kirkjan orðin mikið veldi enda hafði hún komið sér upp miklum jarðeignum. Margar kirkjur og jarðirnar sem þær stóðu á voru hins vegar undir stjórn höfðingja sem réðu langmest í landinu. Kátólska kirkjan hefði lengi barist fyrir því að stjórna eigin málum, en hún hefði lengst að vera undir stjórn konunga og höfðingja sem nýttu sér auðæfi hennar fyrir sjálfa sig. Jón Loftsson komst upp með að fara ekki að fyrirmæli biskups og héldu höfðingja því áfram að stjórna kirkjujörðum sínum enn sinn. Það var ekki fyrr en undir lok 13. aldar sem eftirmenn Þorláks náðu að koma mestöllum auðæfum kirkjunnar undir hennar stjórn. Þá fyrst fór veldi hennar að vaxa, en við siðaskiptin árið 1550 var kaþólska kirkjan langsterkasta stofnun landsins. Á miðöldum voru það tvær meginstofnanir sem í raun stjórnuðu Evrópu. Annars vegar kóngarnir og aðallinn og hins vegar kirkjan. Kóngar og kirkja áttu oft í valdabaráttu, en þó var ákveðin verkaskipting á milli þeirra. Oftast var konungur með stjórnun landsins og kirkja með það sem sneri að trúarlifi. Konungur sá að halda frið í samfélaginu með því að verja landið og fór með sakamál. Kirkjan hafði hins vegar það hlutverk að boða kristna trú og boða kristilegt siðferði. Bæði konungur og kirkja létu almenning borga sér skatta. Þannig gat konungurinn búið í stórri höll, haft fjöldan allan aðstoðarmönnum til að hjálpa sér og haldið uppi her til að styrkja veldi sitt. Kaþólska kirkjan notaði sína peninga til að reisa kirkjur og klaustur, auk þess að halda uppi páfa, kardínálum, biskupum, prestum, munkum og nunnum. Kirkjan átti eftir að verða sterkasta stofnun Evrópu, en vald hennar var mjög takmarkað þegar Íslendingar tóku fyrst upp kristni árið 1000. Og hérna erum við með mynd af Oddakirkju. Íslenska kirkjan fékk ekki fastan tekjustofn fyrr en árið 1097 þegar samþykkt var á Alþingi að lögleiða tíund. En tíund var skattur sem allir eignabændur sem áttu ákveðna lágmarkseign urðu að greiða. Tíundin skiptist í 4 jafna hluta og runnu 3 þeirra til kirkjunnar og 1 til hreppanna. Kirkjan fékk kirkjubiskups og prestatíund. Fyrsti hlutinn átti að nýtast við uppbyggingu og rekstur á kirkjum. Annar hlutinn fór til biskupana í Skálholti, við erum með mynd af Skálholti hérna, og Hólum. Þriðji hlutinn var notaður til að greiða prestum laun. Hreppanir fengu hins vegar svokallað fátækratíund sem þeir sáu að deila út til fátækra.
Uppruni orðsins hreppsómagi má rekja til þessa fyrirkomulags, en hreppsómagi er fátæklingur á framfæri sveitarfélagsins. Deilur það hver ætti að ráða yfir kirkjustöðunum virðist ekki hafa náð til Íslands fyrr en með Þorláki Þórhallssyni Skálholtsbiskupi, og hérna er einmitt með styttu honum til heiðurs. En þegar Þorlákur kom til landsins úr vígsluferð sinni árið 1178 hafði hann með sér bréf frá erkibiskupi þar sem kröfur kirkjunnar voru settar fram. Þar var áhersla lögð á að allir staðir skyldu vera undir stjórn biskups. Þorlákur fór biskupsdæmi sitt og krafðist þess að höfðingjarnir létu kirkjustaðinn af hendi. Biskupi gekk ágætlega í upphafi en barátta hans endaði þegar hann tapaði fyrir Jóni Loftssyni í Odda. Þar með lauk staðarmálum fyrri, en það átti eftir að líða rúmlega 100 ár þar til biskupum tókst að fá yfirráð yfir kirkjustöðunum. Höfðingjar reyndu að koma sínum mönnum að í helstu embætti kirkjunnar til að treysta auð sinn og völd. Jón Loftsson kom syni sínum að sem Skálholtsbiskupi eftir dauða Þorláks og því var engin hætta á að kirkjuvaldsbaráttan héldi áfram þar. 12. öldin var tími mikilla breytinga á Íslandi. Í upphafi aldarinnar voru fjölmargir höfðingjar land allt sem deildu með sér völdum í krafti goðorða og jarðeigna. Þegar líða tók á öldina færðust völd og auður smám saman á hendur fárra valdaætta sem stjórnuðu stærra landsvæði en áður hefði þekkst. Á seinni hluta 12. aldar voru héraðsríki tekin að myndast víðs vegar landið. Goðorðin héldu áfram að vera 39, en goðarnir sem fóru með þau urðu sífellt færri. Þannig urðu æ fleiri goðar að láta goðorð sín af hendi til voldugri höfðingja og völdin söfnuðust þannig saman á fárra manna hendur. Bændur gátu ekki lengur valið sér goða eins og áður, heldur tilheyrðu þeir í raun þeim höfðingja sem hefði náð völdum í viðkomandi héraði. Fyrsta héraðsættin sem myndaðist í landinu voru Haukdælir, en þeir nutu góðs af nábýlnum við Skálholt. Þeirra héraðsríki var í Árnesþingi. Skömmu síðar komu Oddverjar til sögunnar en þeir fóru með völd í Rangárþingi. Þeir réðu yfir Odda sem var einn auðugasti kirkjustaður landsins, en þar réð hinn voldugi höfðingi Jón Loftsson ríkjum tíma eins og áður hefur fram komið. 1200 voru Ásbirningar orðnir helsta valdaætt Norðurlands og fóru með öll goðorð í Skagafirði. Á sama tíma komust Svínfellingar til valda í Austfirðingafjórðungi. Þá tóku Sturlungar einnig að ryðja sér til rúms, en þeir áttu eftir að koma mjög við sögu á 13. öld. Þeir komust fyrst til valda á Vesturlandi, en ekki leið á löngu þar til þeir fóru að reyna að hafa áhrif víða land. Oft urðu átök milli höfðingja á 12. öld, enda vildu margir ná völdum en fáir missa þau. Á 13. öld leiddi valdabarátta höfðingjaættanna til borgarastríðs, sem var ein helsta ástæða þess að þjóðveldi leið undir lok.